Nú bara eins og þegar menn voru að djöflast í hænunum hérna í gamla daga. Það má nú vera gítar og þannig. Jæja, bam bam baram bam ba. Já, ég hættur það. Arnar og Yngvi. Hann í Pingja, Arnar og Yngvi, Já. mættir með ykkur. Það er verið að segirðu salta allt sullið, sko. Hvað segirðu gott í dag, Yngvi? Já, bara góður. Já, gott. En þú? Arnar er bara fínn. Já, það er Arnar Þór og Yngvi Þór með ykkur hér. The original Pinky Brothers. Já. Á fullri ferð, á fullri ferð. Separate mothers. Já, þú sér það, herðu, Yngvi. Heyrðu, ertu ekki með þessi þáttur á að heita Take Me to Korea? Er það? Já, Koreatown. Já, það stingur dóldi í stúfið það sem ég er með, sko, en þú veist, þú ert greinilega þá með einhver umfjöllun þar. Já, við erum svona alþjóðlegir, þú veist hvernig það er. Já, við erum, já. International. Algjörlega. Myndur þú segja að við varum globalistar? Já. Já. Við aðhyllumst plútókrasi. Já. Er það ekki? Jú, erum við plútókratar? Við erum plútókratar. Þekkirðu það, eða? Það er lítið. Já, ég fer yfir það eftir. Herðu, skemmtilegt. Það er aðeins að slá sig, þykjast vita hvað plútókrat er. Nákvæmlega, herðu, hafið bestu fiskrétti landsins, tilbúnir Já. Tilbúnir á örskömmum tíma, Geggjaðir. beint í ofnin. Og ég gæti ekki mælt meira með, þú veist, ég er eiginlega hættur að versla með kartöflur, ég síðar ekki lengur, ég kaupi bara kröstið. Já, þau báðu mig líka að þú ættir að hætta með hennar brandar alltaf. Þú veist að ferðu pantar plokkfisk og pussy juice. Það eru áhörundur hann í kring. Viðskiptavinir sem bara eru hættir að... Ég gæti þurft að draga það eins saman. Já, það er sem sagt plokkfiskur, bernes og ostur. Já, Ekki það sem þú segir. Nei, við þökkum hafinu fyrir Hlíðarsmári, nágrannar okkar hérna. Herðu, svo er það Payday. Fengum við í vikunni núna flösku frá þér. Já. Þú mættir í, var þetta ekki Boss? Ég stóð mitt. Já. Jú, hann er að vinna í Bossbúðinni, Jóhann. Einmitt. Og hann var ekki sáttur með þetta? Adrian. Já. Sem með honum, jú, hann var drullu sáttur. 5.000. viðskiptavinur Payday. Það reyndar sko, þetta er Hera heildsala startup. Já. Stingur aðeins í stúfa sko, þeir eru að koma með á markað svona 0% bjór. Já. Sem er ímist bættur held í prótein. Já, prótein eitthvað. Og ég hitti Jóhann og hann sagði að þeir væri að stuðla svona betri drykkjarhefð og menningu. Já. Já, flott, hér er kampaðin þitt. Þú kannski drekku það þá bara eitt glas á kvöldi næstu 7 daga. Það var ekkert prótein bætt þetta kampaðin? Já, og svo hérna fyrir þá sem er að velta fyrir sér hvernig hann lítur út, þá getið þið farið inn í Dýbút og Pingjan og séð. Já, þá getið þið séð myndina. Já, við viljum líka koma því á framfæri. Farið inn og skráðu ykkur á Dýbút og Pingjan, Facebook-hópin okkar. En já, Payday, auðvitað, bara þökkum þeim fyrir samstarfið. Diggir búin að vera með okkur nánast frá degi 1, okkar fyrsti samstarfsaðili. Sko þegar ég sendi myndin á Bjössa, tók myndina, það sagði bara, þetta er hugulegt, sko. Það þarf að ná þenni sem er guðuna með okkur, sko. Þegar guðan er nóg heit, sko, hún er 60 gráður, Jóhann, sko, það geti farið að fúna viður ef hann kemur í guðuna með okkur, sko. Það er þið heitt. Já, herðu, Dokkabit líka með okkur, Dokkabit segjum pappirnum stríð á hendur. Já. Bara en dokkabit.is kynnið ykkur þessa rafrænu undirskriftaleið sem að, já, er dæmd til að taka yfir. Það er nú bara þannig. Þau stóðust hvort sem þú ert, hvorum megin sem þú ert við borðið. Þau stóðust pingiprófið. Já, hvernig? Ég var að senda hérna rafrænt kauptilboð í vikunni. Já. Og veistu hvað ég klúraði? Símanúmerinu. Anskot. Já, sitt inn sem sagt bara Arnar Þór Olsson. Hann er að fara að kaupa hérna plokkfisk og pussy juice. Og sendi vitlaust símanúmer. Já, það gengur náttúrulega ekki, sko. Nei, ég bara panikaði. Þú veist, plokkfiskur og pussy fyrir einhverja hjarta. Og hérna, verðum við ekki að hætta, þú kannski klíði. Ég veit ekki hversu fjálega má fara með þetta í dag. En það er eins og það er. Hérna, löngsaða stutt, senda á support, framkvæmdastjórinn. Já. Hann svaraði mig persónulega á innan við 10 mínútum. Sælinur, þetta er ekki vandamál. Þannig að, þú veist, maður þarf bara að fara inn í þáttakatur og breyta. Þannig að ef það eru fleiri í þessari stöðu, því að það lítur svo illa út eða þú sendir út frá þér rafrænt og hætti við. Kaupendurnir, seljendurnir, það verða allir bara, heyrðu, hvaða amatör áur er í gangi. En ef þú breytir bara fyrir þáttakatan, símanúmerinu, og ef hann lokka sig inn í gegnum tölvupóstinn sem er réttur, þá er Dokkabit bara málið. Það er ekkert mál. Bara ostur og inn í opn. Já, nákvæmlega þökkum þeim kærlega fyrir einnig samstarfið nú Yngvi þáttur dagsins.
Hvernig stöndum við? Ég með svakalega umfjöllun. Ég að byrja með nýjan lið í dag. Já, herru, ég verð með loðnulög í næsta þætti. Ég aðeins búin að þurfa að sikta út. Já. En það verður loðnulög í næsta þætti. Skemmtilegt. Ég líka fyrirgefðu. Djöfull er ég búin að fá marga kvartanir eftir að ég pizzaði þarna ísklaka verkefnin okkar Steinda. Já. Það sko Instagramu hjá mér, önnu hver auglýsing einhver svona klakabusiness. Ég hefur ekki tekið eftir þessu. Nei, ég hef ekki fengið það sko. Nei, ok, þá er ég búin að segja það og þú farið í dag. Já, örgulega. Það er verið að hlusta á okkur. Já, það eru svona 10 manns búin að senda á mig. Bara það ég hafi hlustað á hana þá fæ ég ekki annað í Instagram auglýsingum hjá mér. Já, er það málið það? Þannig að sko tengist það samt ekki að fólk að spyrja þig bara, þú veist, í gegnum miðlana? Jú, og bara helmingur af þínu samræðum er bara orðum einhverja klaka. Já, einhverja klakavélar. Já, en þú veist, þá eru síðan random hlustendur, bara einhver frá Flateyri að hlusta og allt í einu hanna bara eitthvað ice-vending business in Flateyri, opportunity. Já, þetta er skemmtilegt. Veit það ekki. Við höfum verið að fá einhverja kvartanir með, sko, þegar þú sagðir þetta þá myndi mig eins og við höfum verið að fá eitthvað aðhald daginn. Já. Er ég að rugla það? Það getur vel verið. Fá nú reglulega einhvers konar aðhald, sko, en taldi það, ég hef ekki kíkt inn á pósthólu okkar pingjan heil lengi. Nei, síðasta aðhald sem mann var hérna, hann var einhver svektur að við skildum hafa sagt að hérna hvað hét bóluefnaframleiðandinn væri breskt fyrirtæki en ekki sænskt. AstraZeneca, já. Nei, það væri sænskt en ekki brest, var það ekki? Nei, ég sagði að það væri brest, það er eitt stærsta, það var yfirtekið af Bretum. Og ég skil hérna andúðina og í okkar garð og svekkjanleikjan en þú veist, þetta er svipað og ef að einhver væri að segja Össur væri danskt út af því að það er skráð í Köpen þá myndum við bara, stopna á Íslandi og með alla framkvæmdastjórn og lalalala. Össur er íslenskt fyrirtæki, sko, það er einhver fleiri blöðum það að fletta en við sem skráð erlendis og ekki lengur hér á Íslandi. Já, en fyrir Ingvar Sjempesteð sem er með sænst fjármálapodcast og fyrir á Wikipedia þá sér hann Össur bara skráð í DK. Þetta eru sömu mistök, skilur mig. En herðu, sko, fréttir vikunar, ég er nú með nokkrar hérna þó að það verði nú ekki svona í brennidepli í dag. Frá mér, ég er með skemmtilega umfjöllun þar sem ég ætla að taka fyrir, nú ætla ég að byrja lið þess að ég ætla að taka fyrir svona stærsta fyrirtæki hvers lands. Já, mjög skemmtilegt, ég er spenntur. Ég ætlaði nú mögulega kannski að taka sko topp 3 fyrirtæki hvers lands eða eitthvað svo leiðis eða jafnvel 2-3 lönd í einu en svo datt ég bara í svo mikla kannuhólu þarna í kringum hérna fyrsta landið sem er Belgía. Að það bara tók mig 2 tíma að taka þetta allt saman og hérna þannig ég lét þar við sitja en ég ætla að taka þá eftir þannig að stay tuned kæri hlustendur ég ætla að byrja á fréttum vikunar. Getum við komið í samstarfi við Carlsberg að það er komin könnunin í Dýpind og Pingjan ef þú vilt vera vinnustað mánaðarins. Það var það sem við ætluðum auðvitað að predika hérna. Við erum í samstarfi Carlsberg 0,0% konur í svona leit að fyrirtæki mánaðarins, já. Og það er þá fyrir apríl. Þið getið farið inn í Dýpind og Pingjan, setjið nafn þess sem er að halda partíið, nafn fyrirtækis, hvað eru mörg cirka, verðum við ekki að segja að þú ert með 300 manna fyrirtæki. Þá þurfum við að flokka niður í deild. Já, reyndu að hafa þetta deild því að þú veist Olli sagði bara bjórum flæðir, bjórum flæða en það er heldur betra ef þetta er, þú veist, kannski 20-30 max upp á þessi meira fyrir alla. Já, algjörlega. Og svo glös og eitthvað fleira. Og þú ert búin að pinna þetta ekki inn í Dýpind og Pingjan? Jú, þetta er allavega ofalega þarna, þannig að farið þangað í samstæðu við Carlsberg 0,0, þið þekkið þetta orðið, það er alltaf 2, aldrei 1, alltaf 2. Carlsberg, græna, stolt Danmerkur. Já. Ekki íslenskt. Nei. Manstu fyrir hvað bergið, úr hverju það kemur? Já, er ekki einhver bær þarna? Nei, það var ásinni Bjerg sem er fjall og þetta var upp í hlíðinni. Alveg. Og Karl var sonur hans sem sveikan. Með myndi það. Þetta er þannig saga. Já, ég man það. Ég man það vel. Herði, þá kom Carlsberg fyrir, stærsta frétt vikunar, líklega er stærsta frétt vikunar auðvitað, við erum komið nýjan forsætisráðherra. Bjarni Benediktsson í annarskipti var nú ekki langlíft í það fyrsta frá janúar til november 2017 þangað til að allt sprakk þarna hvort það hafi ekki verið hérna var þetta ekki Björt Framtíð var það ekki flokkurinn sem að ákvaða að slíta samstarfinu þá og það var gengið til kostninga þarna. Já, Björt Framtíð flokkur sem að laðið síðan af í nákominni framtíð. Já. Það var ekki bjartara en það? Nei, það var ekki bjartara en það.
sko Bjarni Benediktsson, nýr forsætisráðherra, við erum með dýralæknin Sigurð Inga í fjármálaráðuneytinu. Já. Tvöfaldan gin í tónik, segir hann. Guð hjálpa okkur, ég veit, þú veist, hvernig á maður eiginlega takk í svona? Hefur ekki verið smá eyðsla á kallinum? Hann búinn að vera eyðadóldið. Jó, ég held að Sigmundur Davíð hann orðin illa fyndinn þegar hann kemur fram. Já, Sigmundur Davíð í einhverju trollmót. Já, hann bara zero fucks given. Ég held að hann verði sigurvegari næstu kosninga. Já, ándjóks, ég held það líka. Já, þú veist, það er svona það sem verður kannski hættulegast hverju standi í skugganum á hann þegar hann kemur inn. En hann tók og við erum komið með fjármálaráðherra sem kann ekki að spara. Það helvíti gott kom. Sigmundur Davíð sé svona dálítið rödd raunsæis núna þessa dagana. Já, að hluta til, svo dett inn eitthvað vitleysis mál. Ég man ekki hvað var daginn sem var eitthvað Já, þú veist, auðvitað hann ekkert gallalus frekar en aðrir þarna, við erum öll mennsk. En sko, já, það sem kom fram á þessu fundi, Guðmundur Ingi steig þetta fram og sagði mikilvægast fyrir innviðaráðuneytið að klára borgarlínuna og samgöngusáttmálann. Já. Og þú veist, maður velti því fyrir sér hvernig það stendur, búið að vera umræðunni, þú veist, ég veit ekki hversu lengi og sko, verðbólgan á leiðin aftur upp í Bandaríkjunum. Ég held að það sé bara spurning núna hvernig hún fer aftur upp í 10% hérna, sko. Já, Guð hjálpa okkur. Eins og ég segi, bara skal ekki segja. En þessi nýja staða hans Bjarna auðvitað valdatalsverðum usla eins og við varum að búast. Þegar þetta sagt, þá hafa rétt, sko, rétt hæflega, ég held 29.300 eða eitthvað, manns skrifa undirskriftalista á Ísland.is sem heitið Bjarni Benediktsson hefur ekki minn stuðning sem forsætisráðherra. Og þetta er 8% þjóðarinnar sem að skrifa þarna undir. Já. Og maður velti því fyrir sér, 8%, er það marktækt? Ef þetta væri kosning, já. En skoðanakönnun, who cares? Já, þú veist, undirskrift eða hvað það er, ég veit það ekki. Þetta eru 30.000 manns, þetta er óneitanlega mikill fjöldi fólk, sko, en aftur á móti einungis 8% þjóðarinnar. En var ekki líka, þetta var fleirist skrifa, það stóð forsætisráðherra, ekki forsætis. Það? Ég held það. Stendur það? Já, þú ferði í könnun, með þetta hérna. Fyndu könnunna, eða einhver á Twitter að trolla. Maður sá. Eða X-inu hérna. Maður sá. Það verður alltaf farið okkur vel að vera að skoða svona í beinni. Það er ekki minn stuðning sem búið að breyta því allavega. Það núna er forsætisráðherra. Þetta er allavega svona dregi í land ný ríkisstjórn en vissulega starfar undir sama stjórnarsáttmála. Það var einhver breytt þar. Þannig að við bara leggjumst á bæn með að þetta taki eitthvað til. Ég meina eins og Sigmundur Davíð sagði það kann ekki að spara. Nei, fjármálaráðherra kann ekki að spara og Vinstri grænir verða ennþá með innflytjendamálin sem að Bjarni Benediktsson lagði sérstaka áherslu á í ræðu sinni að þyrfti að herða. En Vinstri grænir verða ennþá, þú veist. Það er það ekki í gegnum dómsmálaráðherra? Er hún ekki með innflytjendamálin? Þau eru með velferðarmálin í gegnum félagsmálaráðuneyti. Sigmundur Davíð segir ég get bara að lesa þetta fyrir þig. Já. Í útlendingamálum þá útskýrir félagsmálaráðherra að stefnu Vinstri grænna verði fylgt í þeim málaflokki. Já, félagsmála. Já, í orkumálunum sagði Bjarni að það ætti að hefjast aukin orkuframleiðsla, en þú nærið ekki að framleiða meiri orku á 1,5 ári. Ég efast að þau muni yfir höfuðin á að setja á stað vinnu við aukna orkuframleiðslu. Svo það fjármálin og þar erum við nýjan fjármálaráðherra sem hefur engan áhuga að spara. Já, engan. Þannig að hann segir að þetta sé nýtt hræðslubandalag. Já, Sigmundur Davíð ómyrkur í máli. Já, er það ekki með teik fyrir markaði eða annað? Hvernig var tekið í þetta? Sko ríkisskuldabréf og fleygiferð, eru markaðir að taka? Já, ég meina ef við tökum bara hlutabréf á vísitöluna þá verðist hún hafa tekið stökk svona sko í síðustu viku en fljótlega í rauninni eftir að þetta er náttúrulega tilkynnt á föstudegi. Já. Og hefur eiginlega bara samfellt lækkað síðan sko. Nei, þetta er tilkynnt núna á þriðjudaginn sko. Og Mexi 15. Nei, var þetta ekki á Katrín tilkynnti á föstudaginn. Mörkuður hækkuðu fram að því, segi ég. Svo hefur, markaðurinn nánast stóð í stað hérna miðvikudag 5. Ég les ekkert í þetta þannig sko. Nei, bara same shit. Já, same shit, different day. En þú veist hvað Danny Deluxe segir? Nei. Það er morðingi á dansskólinu, ekki drepa grúið. Þetta er þannig dæmi. Bara Danny Deluxe sagði það, já. Bara murder on the dance school. Dance floor. Please don't kill the groove. Bara áfram með þetta. Nákvæmlega. Hörðu, en sko, svo erum við aðra frétt RÚV. Já.
næsta stórfrétt sko, skila hagnaði 2023 Já. Sem auðvitað gríðarlega mikilvægt í rekstri að skila hagnaði svona einu og einu sinni fyrir eftir hvernig spyrð 6 milljónir eftir sko 0,5 milljarð króna tapi hann á 2002 Býtu, 6 milljónir? 6 miljón króna afgangur 2023 Af hvað mikill veltu? Ég voru þetta ekki einhverjir 9 milljarðir held ég Það er nú ekki hátt hlutvall Jésús Það sko Það sem að vekur athygli hérna að launakostnaður jókst tæpan 0,5 milljarð og stöðugildum fjölgað 19 á árinu 2023 þar að segja En svo það með hann 6 miljón króna hagnað ég sé ekki betur samkvæmt svona fréttagreinum að hann sé bara handvirkur sko, bara þessu sé bara handstýrt það kemur þetta fram sko í grein í fundagerðinni að þetta skýrist af því á sama tíma og reynt var að draga úr rekstrakostnaði í fyrra meðal annars með því að fresta dagskráliðum sem skýrir hækkun á virði sýningarrétta milli ára. Endurskoðendur benda á að stjórnendur hefðu átt að draga úr innkaupum á sama tíma og reynt var að koma böndum að rekstrakostnað á móti frestuðum dagskráliðum. Tap hefði orðið á rekstrinum ef ekki hefði komið til frestunar sýninga á síðari hluta ársins. Þannig að hér verið að fresta einhverjum sýningum á einhverjum gott ná svo bara þáttaröðum eða öðru skiluru í sparnaðarskyni til að ná þarna réttum megin við núlið en það sem var hins vegar ekki dregið úr og átt að gera líka voru innkaup sem var ekki gert bara ekstra kostnaður þú veist og það var ekki gert þetta virðist vera hömlulaus útgjöld þarna bara kaupa og þú veist en eins og ég segi þetta eru 9 milljarðar held ég sem að liggja þarna fyrir í uppgjörinu í tekjum að sjá til að hafa þetta alveg rekstra tekjur hafi verið hátt í 9 milljarðar og aukist 10% milli ára þannig að þú veist það er ekkit þetta er ekki að gleði fréttir í raun sko þó að þetta hafi verið þarna réttum með yfir núli Þetta er náttúrulega rætt mikið inn í uppgjörunum hjá Sín og Símanum með hvernig þetta er afskrifað þetta hérna ég hef aldrei við rættum þetta við Þórhall náttúrulega með sýningarréttina við fórum ekki ná djúpt í það þú veist, ef þú færð Friends-seríuna bara út af því að hún gengur kaupum og sölum og færð hann í ári eða eitthvað hvernig afskrifaðu Friends-seríu sem þú mátt sína í 2 ári er það bara 50% á ári? Bara 50% línulegt bara og svo færð þetta aftur eftir 3 ár er það bara aftur? Ég skal ekki segja sko ég hef ekki alveg átt að með á þessu og kannski það bara vanþekking kannski að við tökum þetta ég ætla bara að nótir þetta hjá mér ég held að það sé mjög áhugaverður punktur og sko ég hef líka alveg heyrt frá fjárfestum að þetta er oft kallað svarthól hvað er verið að afskrifta í mörgum sjónvarpsréttum þú veist, svo viltu finna 1 milljón hvernig verður það afskrifað í bókum Sín núna ég hef það komast að því sko bara heyrðu þetta er búið, nú bara afskrifðu þetta 100% og hvað er það þá bara að fara bara engin eign sem skila sér svo vantilega í hagnaði skilur ég átti mikið aðeins en annað, ég gerði könnun á Twitter fyrir mína 8 followers randomly, þú veist, ég vissi ekki að þú væri með útdraslið þannig að við náum svona púsla þessu vel saman Var það í boði Teija? Teija eru mjög frammi fyrir að ég geri kannanir á Twitter og vildi endilega fá að vita það sem ég vildi vita sko, það sem kom mér mest óvart var að rúmlega 400 mann svöruðu sem ég hef ekki hugmyndu hvort það er gott eða ekki það er mjög gott með 8 fylgjendur já, þetta er sko stórkostlegt ratio hver minna 8 var að kjósa hvað, meðaltali 50 sinnum cirka 40 sinnum Þú nú með opinn aðgang, algoritminn hefur beint fólkið þarna inn á þetta Ég held ég þarf að fara að loka sko. Twitter er eins og að hitta Íslendingi í útlöndum sko. Þú ferð þarna inn eða út með vinnuðinum svo rekstu á alltaf leiðilegasta fólk sem til á Íslandi í útlöndum skilur hvað ég á við ég forðast að hitta Íslendingi í útlöndum sem þeir þekk ekki því að undantekningarlaust þetta er svona skringilega relatable sko. og þarna inn á Twitter þá er maður byrja með vinnu sínum þessum 8 sem maður treystir og það er gaman svo er að þú veist, ég bara skil ekki etikettið í Twitter á maður að vera að svara leiðilega fólkinu já, það er engagement ég var að spá hvort maður takk ekki bara harða blokkstratju Nei, ég ger það ekki Ef þú ert leiðilegur, þá bara blokka ég Nei, ég hef aldrei skilið það Að blokka einhvern á Twitter Ég hef náttúrulega leikið hann að leika í útlöndum að við einhvers staðar og sé bara, herru, þetta eru leiðilegir Íslendingar
þá þykist ég bara að vera þú veist, bara ekki tala íslensku kringu maður þyrftilega að gera sama held ég, heyrðu, ok, sko hvernig kom þessi könnun út, segir sko, ég gerir óvísindalega könnun sem að myndi byggjast á því að ef að draumur minn, kannski okkar, er það veruleika að fólk fengi sjálft að ákvarða í hvað útvarpsgjald er að fer hvað er þið fyrir valinu og þetta er mjög limited, það er bara hægt að vera með 4 valkosti það er bara hægt að vera með 25 stafi en ég setti síminn saman óvísindalegt þú veist, sem er svona fjölmiðla samsteypur meira beint að sjónvarpi og öllum pakkanum RÚV stóð sér svo er ég með staðarmiðla Austurfrétt, Skessuhot, BB Landbúnaðurinn Nei, bændablaðið eru inn í landbúnaðurinn það myndi falla undir það sem að voru svona old school ritmiðlar þar var ég með MBL Landsbyggðin Já, landsbyggðin já. Og þar var ég með sko MBL, Heimildin, DFF sem eru svona myndur ekki segja frekar svona meira fréttamiðlar bara eða svona pjúra, þau eru ekki með sjónvarpið þau eru að skrifa, þau eru kannski að gefa út vefmiðlar / dagblöð og var náttúrulega bent á það inn í þetta vantar broadcast pinguna það vantar það vantar ritstjóran bara eitthvað svona nýmóðins kemst ekki allt fyrir fokk ykkur sko, síminn á með 41%. Þetta eru náttúrulega 6 miljardar sem voru settir í ríkisútvarpið. Ég tók fjármagnið 6 miljardar og það er afkomu viðvörun fyrir RÚV því að þau fengu bara 36%. Þannig að ef þessi könnun réði einhver í landinu þá væru sín og síminn að skipta með sér 2,4 miljardum í staðan fyrir tæplega 200 eins og það er í dag. Þeir fengu 10 sinnum meira. Já, síminn og sín. Já. RÚV fengi 2,1 36% af 6 miljónum hugsaði þér, það þyrfti að taka til það komur óvart að RÚV myndi enda þannig í öðru seti hjá þér sko það sem ég var að hugsa er ef að RÚV fær svona mikið pening í dag og er svona mikil smetið þá finnst mér til að skandalla að þeir hafa ekki verið með svona 60-70%. Þetta er algjör áfellisdómur fyrir jafn stóra stofnun fyrir minn litla fylgjendahóp sem fór samt eitthvað út fyrir mitt fylgi 400 og eitthvað manna þýði þarna. Já, út af því að þú hefur allt þetta power en ert ekki stærri í könnun mögulega hef ég bara endurspeglar þetta mengi þjóðarinnar? Nei, mengi hinna meinuðu sem eru mínir fylgjendur Heyrðu, staðarmiðlar 14% þetta er eiginlega nettast, þú veist Austurfrétt, Skessuhot, BB litlu, þetta eru svona trú blaðamenn þetta eru þá í kringu svona 840 miljónir sem er að 846 miljónir sem er að fara þangað að sama tíma BB.is sem við lesið af öllum vestfinningum Austurfrétt fyrir austan BB var með 11 miljónir í veltu í fyrra svo er það með eitthvað styrk og eitthvað hugsaður ef þeir væri að fá bara góða 200 miljónir varum með fréttarittara sem var að keyra á milli fjarðana og taka stöðuna peningar, þetta er hreyfaafl netmiðlarnir fengju 8% 492 miljónir 8%, ekki meira sem er kannski áfellisdómur meiri áfellisdómur kannski mögulega þetta er svona, kannski, þú þyrftir eiginlega að gera fyrir hvert sektor, skilur við hafa svo könnun fyrir DFF, Heimildin MBL, Vísir já, en mér langaði aðlega að sjá bara Vísir er náttúrulega sín, sko já, þú veist, þarna sérðu, RÚV tekur er ekki bara 100% af fjármagninu? Já, af þessum 6 miljórum Já, en ef þjóðin fengi að velja þá væri það kannski undir 50% af því sem þeir að fá sem að segja manni að það er eitthvað á rangri leið Já, þetta er ekki alveg svona í samræmi En heyrðu, þetta var bara svona útudúr kannski byrst þetta á skemmtilegt í búði Teygja og við hvetjum til að einfalda bara líðitt með greiðslulausnum þaðan Takið pingiprófið, þeir eru að skrá ykkur prófið að senda bara message heyrðu ég er með spurningu prófið að senda 12-post, prófið að ringja íslensk þjónusta, öllum stöðum sem að skiptir öllum máli ef eitthvað klikkar að það er á getur bara tekið upp síman og fengið úrlaust ASAP og þú getur farið inn á vefinn teygja.is og bara skráði í viðskipti svo er ég með sögu Eduardo Pontes í næstu viku það er stofnandi Teygja þetta er sko, skemmtilegt hann er búin að vera frumkvöðlegast síðan þú varst getnaður sko það er bara gæi ég var nú getið 92 lokaðs 92 ok, þá byrjaði hann aðeins setna þú hefur verið svona 8 ára vilja ég á mér hann var ekki kringum aldamóti hann var kannski eitthvað að djöflast í kringum getnaður en ekki eins og ég hafði ætlað mér heyrðu, þar höfum við það þökkum Teygja kærlega fyrir samstarfið
herðu, það svona kannski ein frétt sem vil dreipa á í viðbót áður en við förum í umfjallanir. Tixli að gera stórbrotna hluti núna. Tixli, þetta náttúrulega afsprengi Tix á Íslandi, íslensku hugbúnaður. Já. Ég held nú að Tixli sé samt nú orðið bara móðurfélag. Upprunalegt afsprengi miðapunkturins. Já, Bjössi Peiti og Sindri voru með. Það má ekki gleyma því. En sko, Tixli bara í rauninni held ég bara orðið móðurfélag eftir að útrásin hófst. Ísland bara útibú í þessari samsteypu hjá þeim, sko. Þau eru starfræk í 12 löndum núna. En þau voru núna, samkvæmt þessari frétt, að semja við Den Norske Opera og Ballett í Oslo. Og sem risastórt. Þetta svona með virtari tónleikahúsum þarna í bara Skandinavíu. Stærsta menningar- og tónlistahús Noregs allavega. Sem vel og þarna 350.000 gestir árlega sem nú bara nánast heilt Ísland sko. Sorry, þetta óperuhúsið þarna í Oslo? Já, Geðveikt. Den Norske Opera og Ballett. Já, ég fór á jólatónleika þarna þegar ég var í skiptináminu. Stórkostlegt hús. Og hvað þetta stórt? Þú veist, tekur þetta 2000 manns eða meira eða hvernig? Þekkir það cirka? Hvað harpan? 1300? Já, þetta var bara einn af þessum sölum. 1300, sé. Minni mig. Já, einn af þessum sölum. Já, þetta margir salir. Já, en þetta mjög flott. Þetta alveg niður við höfn og svona. Já, þetta stórbrotið. Við tókum ekki Tix fyrir það, nei. Heldum við ekki gert það. Nei, við svona tvönu reglulega. Það er hæg heimatökin, Hrefnaði Seyðfirðingur, framkvæmdastjóri. Já, sér það. Nú örugglega til að koma. En við óskum Tixli hjartalega til að hamingju með þetta. Stórbrotið að fylgjast með þeim. Þau eru að gera vel á erlendri grundu. Herðu, sko, Yngvi, þá spurning, vilt að ég hefi mína umfjöllun eða vilt þú taka þetta eða hvernig? Herðu, ekki betra að henda okkur til K-Town? Það? Já, ok. Já, setta á eitthvað K-pop. Við erum ekki þannig þátt. Setta á Woppa. Það þeir þarna Woppa Gangnam Style. Nú ertu að tala um það? Sæ. Já, ég veit vel hver það er. Skulum fá það í gang. Já, Yngvi hefur þá umfjöllun. Geðveikt. Herru, veistu hvert hann er að labba núna? Hvert hann er að labba núna? Já. Gamnang, hverfið í? Nei, býtu, ertu nokkuð að horfa á þetta á YouTube? Nei. Þannig? Þetta er nefnilega, þetta er spurning í pubquizinu mínu, almenn sagnfræði. Inn í hvað gengur hann eftir fyrstu senuna? Já, er það ekki inn í... Nei, þetta er iconic fyrsta sena. Liggur á bekk. Inn í hesthús, já, það er rétt að svarið. Vel gert. Já, en þú veist, er það ekki í Gangnam? Þú veist, Gangnam er svona eins og bara, eitthvað hverfi? Bara LA, skilur fyrir band, þú veist, Gangnam í Suður Kóreu er eitthvað svona ríkasta hverfið eða eitthvað svona. Já, og það eru hesthús þar. Ég veit það ekki, örugglega, einhver. Heyrðu, við ætlum ekki að tala um Sæ, við ætlum að tala afsláttinn í Suður Kóreu. Hefurðu heyrt um þetta? South Korean discount. Nei, er þetta eitthvað svona social credit dæmið það? Nei, þetta er eiginlega bara kerfisbundin afsláttur á hlutabrifum í Suður Kóreu. Ok, tell me more. Já, og undanfarna 3 mánuði og sennilega lengur hefur verið smá hiti með að þetta muni fara að breytast. Það er að segja að Suður Kóreu verði ekki lengur á discount. Ok. Og er þetta þá bara til að laða erlent fjármagn eða þú veist hver var tilgangur með þessum? Já, ég er að fara yfir það sko. Og þú veist, það eru alls konar fréttir búin að vera, googlar þetta, búin að vera núna undanfarna 6 mánuði að Suður Kórea gæti orðið eins og Japan var fyrir 3 árum. Semst eftir að Buffet kemur inn og Japan var upp 50% í fyrra og allt það. Sko, það eru margir sem eru núna að hugsa og segja líklega, já, er þetta ekki út af nágrannunum? Það er bara kerfisbundin afsláttur á hlutabrifum út af því að við erum með Norður Kóreu. Það er lág fæðingatíðni. Það er high cost of living. Í suður? Já, sem er að gera þetta verkum. En nei, ekki beint. Svona aðeins markaðin og þetta er ekki beint dýpdæf hjá mér, þú tekur það kannski setna. En Suður Kórea er nokkuð framalega á ýmsum sviðum. Þau eru með stóru promising AI fyrirtæki sem að hafa verið aðeins under radar. Þau eru með risastóra bílaframleiðendur. Þú veist, það er bara risastórt að vera framalega í því eins og staðan er í dag. Bara mjög promising. Líftækni og sitt hvað fleira. Þau eru 13. stærsta hagkerfi í heiminum. En samt eru þau ekki að fá sömu ást. Náttúrulega þetta með Samsung, við skulum ekki gleyma því. Samsung er náttúrulega bera ábyrgð á frekar stórum hluta þjóðarframleiðslu þeirra. Ég tók þetta nú fyrir einhvern tímann. Þú ert bráður. Því að næsta spurning var, getur þú nefnt mér 1-2 fyrirtæki frá Suður Kóreu? Samsung og hvað, Mitsubishi eitthvað? Mitsubishi er Japan. Er það? Mjög sambarlegt apparat samt. Honda er Suður Kóreu held ég.
Ég held sér líka Japan. Hyundai er Suður-Kórea. Já, Hyundai. Akkur sagði Mitsubishi fyrst. Hyundai, ég vissi að það væri Suður-Kórea. Ok. Ég held það, ekki Honda alveg Japan? Ég skal ekki segja. Honda... Jú, Honda japansk. Já. Ok, Hyundai allan, já. Hyundai og Samsung. Já. Þar við það. Sko, nú fer ég aðeins inn í það. Af hverju er þessi viðtæki afsláttur? Kannast þú við orðið chaebol? Chaebol? Nei. Chaebol? Nei, það gerir ég ekki. Nei, kóreska orðið yfir chaebol er eiginlega bara plutokrasi, sem er það sem við höfum ekki heyrt áður. En skilgreiningin á plutokrasi er samfélag stjórnað af hinum ríku. Já. Þetta er sem sagt að þú situr einogun, fjölskyldu og auð, allt í sama súpugrautin. Þetta er eins og rúgbrauðsúpa. Sumum finnst hún góð, en flestum ekki. Þannig að þetta er svona á hægri vangnum, eða hvað? Sko, hægri eða vinstri? Nei, raunni vinstri, ég meina, sko, þú veist, ef þetta er stjórnað af einhverjum örfáum, ég meina... Þetta er í rauninni samfélag hinna fáru. Nei, auður hinna fáru, stjórna samfélaginu. Og sko, núna fer ég að reyna að tengja þetta allt saman. Margir örugglega bara, er ég að fá heila blóðfall eða hann að segja þetta? En sko, afsláttur, promising félög, chaebol. Hvernig tengist þetta allt? Sko, konseptið er að verða 60 ára upp úr 1953, þegar Kóreustríðin er að ljúka, eða lokið, þá tók herforingjastjórnin sem þá var í Kóreu sér til og cherrypickaði fjölskyldur sem höfðu verið í business, vítt og breytt landið og dældi fyrir þær á betri vöxtum heldur en nokkur annar hafði aðgangað og gaf þeim í rauninni bara fyrirgreiðslur að því að byggja upp efnaðina nýju. Það sem gerist er að þessar fáinu fjölskyldur með gott fjármagn fara á spending spree, byrja að byggja upp fyrirtæki, efnahægin, kaupa fyrirtæki. Bidans? Já. Ok, já, sorry, allt ára. Það sem gerir síðan er að þegar þú ert með sömu fjölskylduna komið með kannski mörg mismunandi fyrirtæki að þá fyrir þetta að verða veldi, conglomerates. Er þetta orðið svona house of ættir? Basically, og á það bil 20 árum þá voru þetta orðið mjög stór veldi og í dag eru 83 skilgreind chaeblos í Suður-Kórea, 5 af þeim basically stjórna landinu. 5 chaeblos en þú veist eru með 70% að veltu í gegnum hagkerfið. Shit. Og þessi 5 En þú veist, er einhver ríkisafskipti, þú veist? Nei, sko, það sem er inn í plutokrasínu er að þau eru orðin svo ógeðslega voldug að þau basically eiga stjórnmálin. Og þetta er eiginlega samofið. Já, en þú veist, ég meina, ef þetta væri bara þú veist, þetta væri bara pjúra kapitalismi, ef þetta væri bara bara einhverja nokkra fjölskyldur sem væri þetta meðal ríkustu. Það væri bjúrokapitalismi. Þetta er plutokrasi. En sko, ég er ekki alveg svo besti til að fara, ég er ekki stjórnmálafræðingur sko, en ég er að reyna að átta mig á því hvað þetta er á rófinu sko. En nú segir að það séu ríkisafskipti líka, en þetta er eiginlega orðið öfugt, þannig að sko einkaframtaki þau stjórna yfirvaldi. Já, basically, það er svona það sem er leitt af líkum. Þetta er það náttúrulega lýðræðisríki, en það var gerð hérna grein fyrir 10 árum sem heitir Republic of Chaeblos sem sýndi að þá, árið 2012 voru 5 fyrirtæki með 70% af veltu í hagkerfinu. Það er svakalegt. Til að mynda er Samsung sem er stærsta chaeblóið, það er bara fjölskyldu fyrirtæki með 20% af gross GPT í Suður-Kóru. Þannig að þeir eru það, já, þú veist, þeir eru bara eins og hérna Nova Nordisk er að verða fyrir Danmörku. Þetta er að verða svo stórt og öflugt að allt hagkerfi eiginlega bara hangir og fellur með þeirra afkomu og hvernig gengur. Sko, til að fara aðeins yfir fyrirtækin, Samsung, þetta eru 5 chaebló sem eru stærst. Samsung, SK Inc. sem eru mjög mikið í efna, olíu og svona meira iðnaði, LG, svo er hérna Hyundai chaeblóið og svo var eitt sem held ég Lotta. En LG, bara Síminn og... Já, það er hérna, já. Þessi 5 eru stærstu fjölskyldunar og þá fara margir að spyrja sig, ok, en af hverju er discount þótt að það sé einhverja 5 fjölskyldu sem að bara eigi markaðin og stjórni hagkerfinu, svona svo gott sem. Viltu giska af hverju? Ok, ég skal spóla þess, tökum meira recap. Þetta er þannig, fjölskylduna sem stjórna basically erfa embættin. Gæinn sem átti Samsung 1960
allir hans afkomendur eru inn í Samsung í dag. Forstjórastöður erfast með ættatrénu. Þú veist, það ekki þetta ekki hæfasti. Þetta er Birkir í Heimkaup, hann að útskrifast með MBA og í viðskiptaþróun. Eigum að ráða hann? Nei, hann ekki family. Ok, sko, áhrifin af þessu eru síðan þau að bréfunum haldið eins lágum og hægt á kostnað annar hluthafa. Það að segja, tjæjablóðin eiga kannski 50-60% ráðandi hluti í einhverjum félögum. En af hverju vilt að gengi sér lágt? Viltu gíska af hverju? Segðu mér það bara. Í blandu aðra skatta, erfðafjárskattur. Suður Kórea með næst hæsta erfðafjárskatt í heiminum, 50%. Og þetta hefur gert það að verkum að fjölskyldunar reyna að halda gengi bréfana og þar að leiðandi verðmæti sínum neðar en ella, því að ef einhver deyr í fjölskyldunni þá þurfa afkomendurnir að greiða svo háa skatta af raunverðmætum. Já, en þetta samt ekki sko bara hlutfallað, skilur? Tapaðu ekki alltaf hlutfallslega jafn miklu? Þú veist, kannski þetta þrepaskipt. Þetta þrepaskipt og því ríkar sem þú ert, því meira greiðuru. Ég held að sé yfir 3 trilljón kvon sem að þú ferðu upp í 50%. En það frækt dæmi fyrir 3 árum, þá dó herra Samsung. Þau vilja ekki verða ríkari. Þau vilja ekki sína fram á auður sem meiri heldur en hann eða minni heldur, nei meiri heldur en hann En sko, fyrir 3 árum, frækt dæmi, þá dó ættfæðurinn í Samsung. Fjölskyldan þurfti að borga 10 billjón bandaríkjadollara í erfðafjárskatt. Þau þurfti að selja hlutabréf og taka lán til þess að borga skattin. En ég meina, ef þau stjórna þessu, af hverju eru þau þá ekki búin að lækka hann erfðafjárskatt? Þau eru kannski ekki með fullastjórn, en svo eru mörg dæmi sem sýna að fólk hefur verið að deyja fyrir aldur fram í fjölskyldum, í fjölskyldufyrirtækjum sem eru minni eða meðalstór og fjölskylduna bara ráðu ekki við að taka við rekstrinum. Nei, það bara, þú veist, liquid, skilur, ekki það sama og eignarhlutur í fyrirtæki. Þetta væntanlega einhvers konar eignaskattur, eða þú veist, erfðaskattur á eign. Og eignandi í þessu. Þannig að, þú veist, ríkið væntanlega eignast alltaf meira og meira í fyrirtækinu, þú veist. Nei, í raunin ætti markaðurinn að gera það. Ef þú selur hluta fyrirtækinu, þá kemur meira flóti. Basically bara að liquidata og borga skattin sem nemur hlutnum. Já, verðmæti hlutan eins. Þá meikar þetta sens að vilja að þrýsta þessu verðinu niður. Já, sem að gerast, sko. Ok, þá meikar þetta sens, en þetta svona... Og margir að spura sig, hversu lágt? Sko, vísitalan, kóreska, Kospi, hækkaði 19% í fyrra, sem bara ekkert slæmt. Það samt minna heldur en Nikkei, sem í Japan, og S&P 500. 2022 af 20 stærstu hagkerfum heims þá var Suður Kórea í næst neðsta sæti eftir Rússlandi í þá bara hækkunum yfir markaðinn þannig að þau eru lagging allstaðar og hérna það sem sláandi 2 af hverjum 3 fyrirtækjum í Kospi eru undir price to book value 1 þar að segja, samkvæmt fræðinni þá markaðsvirði 66% fyrirtækja í Suður Kóreu minna en bókfærareikni mínu skuldir. Þannig að þetta er stórlega undirverðlagt. Þetta er krónískur afsláttur. En hugsaðu þér samt, þú veist hvað, þetta pólitíska breytanir, ef hún verður afnumin, hversu gott að vera komin inn? Já, af hverju heldur ég að segja frá þessu? Nú bara pingjubandalagi að fara til Suður Kóreu. Já, en við náttúrulega ekkert hvernig pólitíkin stendur, sko, en ég með upplýsingar um það líka. Hvernig þetta með erfðafjárskatt á Íslandi? Þarf að greiða það af hlutabréfaeign? Já, ég meina, það greitt af því sem að sá sem dó átti. Já, basically, þú veist, það bara gildir að saman, bara 10% flatt á hlutabréfaeign. Ég segi já, en ég ekki það. En það er ekki á lífeyris, sko, ég veit það. Já, tölum við króníska afslátt. Price to book að meðaltali Kóreu 1,1. Developed economies, sem samanburðarlöndin, 3,2. Þannig að þetta er bara 3x undir. Samsung sem með price to book 1,2 sem bókvært að treyta á því er búið saman við Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Svipuð með allan fjandan í gangi. Það er á 5,2. Micron í Bandaríkjunum sem er mjög efnislega með mjög sambarlega framleiðslu og Samsung 3,2. Ég veit ekki hversu þungir allir fjárfestar á price to book en þetta er samt mjög Þetta er helviti áhugavert. Fjastu þetta frá einhverjum póstlista eða? Nei, það er búið að vera marga fréttir um þetta undanfarið. Sko, ókostirnir í þessu fyrir utan ástæðana pólitíkusvennir hjóli í þetta og þetta er svo kæruslega mikilvæg fyrirtæki. Vill enginn drastist fara í þetta. Sko, breytingarnar sem átt að vera í kosningunum og það voru væntingar þangað til fyrir 3 vikum að þessu eru breytt en markaðurinn niður síðan því að pólitíkusvennir gengi ekki nóg langt. Okay. Sko, Japan er nefnilega búið að fara í gegnum mikla breytingar síðastliðin 3 ár.
og að taka nokkuð lítil tricks voru í sama, flest félög voru með bókfærareiknir undir einum og það sem þeir gerðu var reglugerð, ef þú ert með félag með bókfært eigið fyrir undir einum þá voru að birta aðgerðaáætlun hvernig þú ætlar að koma þér yfir einn það stóð til að lækka erfðafjárskattin og auka minnihlutavernd því þetta náttúrulega hræðilegt fyrir hluthafa sem eru fastir inn í þessum félögum að hafa ekkert vægi auka erfðafjárskattin lækka hann og auka minnihlutavernd þar sé að minnihluta hefðu meira að segja og svo hefur verið að ýta undir betri afkomu og leggja áherslu á arðsemi fyrirtækja það átti líka að hjálpa að breyta skattalögum svo að fyrirtæki sjái hag í að auka arðsemi og markaðsvirði og svo hérna í Japan þá að fara að birta vísitölu sem sýndi fyrirtæki með strong shareholder value þannig að það er svona net public shaming bara heyrðu, hérna eru þau fyrirtæki sem standa fram úr til þess að búa til hvað þannig að gera betur þetta er svo og menn voru bjartsýnir er þetta ekki markaðsmisnotkun? Að halda verðinu svona niðri eða er þetta bara verðlagt svona vegna þess að erfðafjárskattur í Suður Kóreu þú veist, ég meina, þetta er bara markas ég bara kann ekki skýringar á því en spurði þig, að þú átt miljard og þú ert núna að hugsa bara hvert á ég að fara og ég að fara inn í bara eiga í bóluna sem er í Bandaríkjunum eða reyna að finna eitthvað í Suður Kóreu og þú veist hvernig umhverfið er af hverju myndur setja mikið peningar ef þú áttaði á því að hvatakerfi eigendana þar sem stjórna flestu er bara þannig, heyrðu, við viljum ekki að þetta hækki svona mikið, sko. Það er bara ekki okkur til heilla. Þannig að þú veist, það er svona einn skýring bara... Þetta er á markaði, fjandinn hafið það. Þannig að þú veist, þetta hlýtur að vera bara svona samfélagssniðið að, Ég meina, við getum keypt Samsung ef við viljum í dag. Arðsemina verður bara frekar... Þetta er bara verðið, en þú veist, það er bara svo hár erfðafjárskattur að það borgar sig ekki að... Skilur Já, líka út af því að eins og hagkerfið að þetta er strúktúrað upp og þá einhvern veginn er bara þessi undirliggjandi hvati að stjórnendur Sko, eitt hérna, ég bara alveg var búinn Japan er með mjög svipað kerfi sem heitir Keiretsu sem sagt Chaebol, Keiretsu örugglega byrjaði þetta villast fram munurinn hins vegar sá að yfirleitt eru ráðnir einhverju pappispésar eða MBA-snáðar inn í japanska dæmi fjölskyldurnar stjórna en þau eru með decentralized struktúr það sem að Birkir sem útskrifast sem MBA bara heyrðu sneikum honum og heimkaup hann gengur inn, valsarinn hérna er bara MBA-gráðan inn með hann að meðan að kóruðumadurinn er eiginlega ennþá bara alveg centralized það er house of og það er bara fjölskyldumeðlimir metnir til æðstu stiga þetta er áhugavert sko ég mjög áhört ég bara hef aldrei spáð einhvern veginn í þessu sko ég held að gera það festir en breytingarna sem voru setta núna í mars það er öllu vonbrigðum þannig að vísitalan er búin að lækka síðan þá því að það voru búin að vera miklar vonir að færu að þú veist taka stærri skref í átt að því að væri hvati til að hámarka virði fyrirtækina þetta er áhugavert svo að fleiri að þú veist þau hafa freka verið að fjárfesta utanlandsdýrna og blablabla Alveg bara stórkostlegt bara takk kærlega fyrir þessa umfjöldun í boði Smart Smartararnir þekkja þetta Smart frá Öskju þeir myndu nú ekki rúla til Suður Kóreu að fjárfesta nemi í Hyundai held ég og ég hvet fólk til að fara inn á getur skrifa bara smart.is og það er komin svona áhuga listi til að fylgjast með Smart 3 Smart #3 hann er á leiðinni og ég fann að sjá sér fjölga svo á götunum nú er ég alltaf að sjá Smartin sko. út allt og það er spurning hvort það sé pingju-effekt ég skal ekki segja en fólk virðist hafa gaman að því að þetta er bara huglegt mat hjá fólki þegar þú vaknar og hugsaðar á ég að fá mér bíl vil ég vera í sæng með sigurvera fólk virðist vilja vera í sæng með sigurvera og ég skil það bara mjög vel það er ekkert sniðugt þegar þú ert að kaupa bíl að reyna að kaupa bíl sem fæstir eiga það gefur bara auga liða það er örugglega frekar lélegur bíl en Kia var Smartin var söluhæstur núna í haust sem segir okkur ok, þetta er sennilega besti bílinn til að vera á Akkur varst að segja Kia það er örugglega ég er með Koreatown á heilanum þökkum Smart fyrir sumuleiðis Jómfrúin og þetta setrið, viðskiptasetrið þar eru samningar gerir, ég gerði eitt slíkan daginn við þurfum að skrifa undir með Ingvar sem vott þannig að þið sjáu það að þetta er engin lygi þannig eru samningar gerir myndin er til allt helsta plottið, smurbrauð og sjálfsögur Karlsberg, alltaf 2 þar höfum við eitthvað fleira að segja það skil ég minna stótt í sumardjassin herðu, wow fyrir tíminn núna sko mæ er eiginlega besti tíminn til að sína tengdó þá er sumardjassin
þá gott að fá góð sæti þarna og vera með tengt á einhver starf á vappinu. Já, og nú, sko, Þú myndir ekki tata það, taka Guðrún íslensku kennara með þér á jommuna? Nei, auðvitað ekki. Það eru margir sem voru í Árbæðaskóla hugsið þá, sko. Sko, Sumadjazzinn náttúrulega orðin verðlaunað apparat núna. Hlaut íslensku tónlistaverðlaun sem ég ætla að segja edduna. Jakob vinnur allt. En það ótrúlegt, hann búinn að ganga, hann búinn að fara sigur förum heiminn núna undanfarið, bæði með bók og núna þetta tónleikahald Sumadjazzinn, þannig að það ekki komið þú veist, eðli máls samkvæmt, það apríl, það ekki komið dagskrá, en fylgist með hann jómfrúm.is. Þetta fer að detta inn væntanlega. Þá kom þeir fyrir, sko, nú ég bara veltaði fyrir mér, höfum tíma í mína umfyllin. Já, ég var að ræða við Marínu. Já, það, ok. Ég ætla að reyna að vera mjög fljótur með það. Sko, þetta stórmerkilegt. Nú ætla ég sem sagt að byrja með lið. Ég veit ekki, þú veist, hann ekki komið nafn. Veit ekki hvað þetta getur verið, en flóið með play. Já, við þurfum að fá spons á hana lið. Tökum, samt ekki fyndið ógíslega fyndið, þetta var ógíslega fyndið. Nei, var ekki gaman að taka áfangastæði hjá einhverju íslensku flugfélónum? Þá þetta svona sem að fullur kall í flugi gæti verið að segja Nei, ég var að hlusta á punduna. Það mjög góð hugrenningatengsl. Veist þú hvað stærsta fyrirtæki í Belgíu? Já, tökum það, byrjum þannig. Skulum heyra í play eða Icelandair eða, ég veit ekki. Herðu, sko, nú ætla ég að taka fyrir stærstu fyrirtæki hvers lands fyrir sig og ég ákvað að byrja á Belgíu. Já, það og þetta í rauninni stórmerkilegt. Ég ætlaði eins og ég segi, ég ætlaði að taka Finnland og Belgíu og Belgia, er örugglega akkurat opposite af plutokrasi í Suður Kóreu. Það ertu bara með bjúrokrasi í Belgíu. Já, eða hvað, við skulum Það ertu með embættismennina. Já, skulum ekki vera svo viss. Við skulum sjá hvað gerist. Hefurðu verið á hótel í Belgíu? Nei, ég aldrei komið til Belgíu, en með dauðlangar að fara á það. Ég fór á sjávarútvegsráðstefnuna í Belgíu þegar þetta var í Brussel fyrir 6 árum. Það voru svona 7-10 stöðum að það voru einhverja klámstöðar, sko. Já, það svo. Og eina sem við hugsaði bara, hér allir embættismenninir, sko. Hér liggur eftirspurnin eftir þetta kláminu, sko. En allavega, sko, ég ætlaði eins og ég segi, mér langaði að taka Finnland fyrst, en sko, ég held einhvern veginn, ég var nokkuð vissum að, já, Nokia, þetta eru þeir ennþá stærstir í Finnlandi. Nei. Þeir eru komin í 5. stærsta fyrirtækið í Finnlandi. Já, ok. Nokia var einu sinni stærsta fyrirtæki bara sko í heimi. Já, akkurat. Og þú veist, ris og fall og allt það sko, en ég ákvað að beina spjótum mínum að Belgíu. Og þar eru við með fyrirtæki, stærsta fyrirtæki sem að heitir Anheuser-Busch InBev. Það er bjórinn. Sem með markasverið upp á, sko, þegar þetta skrifað 117 miljardar bandaríkjadollara rúma. Ok. Þetta 16. stærsta fyrirtæki í Evrópu. Og einhver hefur hugmynd hvað þetta fyrirtæki gerir? Gætir hafa nefnt það? Já, vissulega. Þetta bruggfyrirtæki sem að velta tæplega 60 miljardum bandaríkjadala í fyrra. Er þetta ekki annars stærsta eða? Sko, ég held að Diageo... Þetta stærsta bruggfyrirtæki heims tekið miða veltu. Bruggfyrirtæki sem leggur áherslu á áfengavegar, sem bara brugghú, eða þú veist, já. En það vakti þó athygli mína að fyrirtækið ekki stærsta bruggfyrirtæki heims en með heildar markasvirði sem vissulega það sem ég tek með af sko, á landinu sko. Því að þar sko kínversku framleiðandi að nafni Kvækó Motai. Motai geðveikur drykkur sko. Sko, metið á 286 miljardar bandaríkjadollara. Já, þeir eru með sturlaðan drykk. Já, en sko, ég var engu nær. Velta fyrirtækisins rétt 20 miljardir í fyrra. Svo ég veit nú ekki alveg hvað að marka þetta markasviði. Þau eru að selja Motai. Þau eru með 14x sala. Já. Markasviði. Já. Þetta sko, þetta rosalegu drykkur. Ef þú dottið í það með kínverjum, þá þetta drykki. Er þetta að fá svona á Íslandi eða? Kannski upp í þarna, hvað heitir veitingastæðurinn upp í á Hálsum, Höða? Þetta ekki. Nei, ekki Shanghai, nei. Ragang Thai? Nei, sem allir frægu koma og fara á, sem að koma frá Kína. Stóluður mér, hvað hann heitir. Manna ekki. Ég maður það eftir. En sko, mögulega þar. Veltan var 20 miljardir fyrra og sko félagið í ríkiseigu en samt sem ára hlutabréfamarkaði en þú veist er að mestu leyti í ríkiseigu
Þetta sko bara, þetta gjöf hjá kínverskum embættismönnum út allan heim. Þetta drukkið með öllum mat og allt þeir átt í heimsókn. En þú veist, ég held, þetta bara eitthvað rugl. Þau eru með 14x sala á drykk. Það meikar engan sens. Já, býtu 14x á sölu, þú veist, þeir markaðsvirði. Já, veltu 20 milljörðum í fyrra, metið á 286 milljarða. Já, en hvað hinn að treyta á? 2x sala? Já, þetta bara eins og þú ert að treyta Monopoly, sko. Þau eiga bara, þetta bara ríkisrekkið og í öllu, sko. En þeir eru með hærra markaðsvirði en Coca-Cola. Og þetta stærsta skráða fyrirtæki í Kína. Þetta bara meikar eitthvað sens. Já, jú, þú veist, þú þarft að fara til Kína. En hefur þið smakkað þetta? Já, þetta ekki bjór? Nei, þetta svona fyrir þeim eins og brennivín fyrir Íslendingum. Já, menn sýndist það líka vera, það ekkert alltaf mikið vöruframboð. Þetta bara nokkrar örfáðar vörur, sko. Ég reyndi í svona 3 ár að byrja að flytja þetta inn. Það bara, það var ekki séns. Þú getur keypt þetta á einhvern síðum, þú veist, einhverju spirits.com eða eitthvað. En þegar ég var að vinna í lobbyisti og vinna í Kínamálum þá var sendiráði á Kína alltaf og bjóðum í mat alltaf, við fórum svona 3 ári út að borða og þeir tóku svona flösku með sér og ég fattaði ekki eiginlega bara fyrir alveg undir lokina ég drakk eiginlega alltaf flöskuna, þeir skála með þér en svo maður orðin alveg pöttu fullur á þriðjudegi og þá bara maturinn búinn og þeir fara heim. Hvað er þetta í prósentum, veistu það? 53%. Shit. Já, og að vera þunnur af þessu er bara, það er hell. Það er ákveðið hell, þannig að fara í valli í þetta ef einhverju kínverðar er að senda ykkur gillibóð. Áhvert, áður en lengra haldið vil ég koma að lokum hérna fyrir Creditinfo, samstarfsaðila og Yngvi, nú ert þú búin að vera að kanna lánstraustið þitt. Já. Það sjálfsögðu, en auk þess ertu líka búin að vera svona aðeins að áræðanlega kanna aðra. Kíkja á vefinn. Já. Kíkja á vefinn sem að Creditinfo gefur upp. Þetta er náttúrulega stórkostlegt. KYC áskrift 7900 án vasks. Sem er ekki neitt fyrir stór fyrirtæki sem þurfa að vera að senda þetta. Það líka að fara innbráði, bílasalar, listverkasalar, fasteignasalar. Þið verðið að gera þetta, annars fáið feitar sektir, sko. Já, 100%. Þannig að þú vilt freka borga mánaðagjald heldur en mjög stóra sekt einu svona ári. Inn í KYC er áræðanleika mat, áræðanleika skýrslur, uppflettingar á stjórnmálalegum tengslum og þessu, alþjóðlegum þvingunarlistum, fyrirtækjaupplýsingum og þú veist, þú getur vakta, þetta er aðgangur fyrir 4 notendur, þannig að þetta er eina helvits vitið í dag. Þökkum Creditinfo kjærlega fyrir samstarfið, tjekkið á þessu. Herðu, en eins og ég segi, þetta kínverska fyrirtæki er með hærra markaðsvirði en Coca-Cola og næstasta skráða fyrirtæki í Kína. En þá það væri réttast að segja að Anheuser-Busch InBev, sem er belgíska, mér langar eiginlega bara að kalla ABI, að það sé næstasta bruggfyrirtæki heims að markaðsvirði. Þú veist, það er rétt að segja. Og í raun, sko, 4. stærsti drykkjaframleiðandi heims og eftir Mutai, svo Coca-Cola og svo PepsiCo og svo koma Anheuser-Busch InBev og þetta er belgískt fyrirtæki, það er 4. stærsta bruggfyrirtæki heims eða drykkjaframleiðandi heims næstasta bruggfyrirtæki heims og ABI er með merki eins og Corona, Stella Artois, Budweiser, Michelob Ultra, Bud Light, Löwenbrau, Leffe, Hoegaarden og bara svo eitthvað sé nefnt og þetta er dálítið mögnuð saga. Ég verði náttúrulega að hlaupa yfir hana bara á hundavaði. Þetta hefst alltaf árið 1240 með Leffe. Það er svona belgíski upprunnin í þessu. What? Vel gert. Já, og þetta sko eins og svona fyrirtæki sæmir þá hafa þetta náttúrulega verið endalaust af M&As, mergers and acquisitions sem hafa leitt fyrirtæki á þann stað sem það er í dag og núverandi nafn ber merki mjög margra samruna fyrirtæki hefur vissulega haldið nafninu óbreyttu frá 2008 þá saminuðust 2 fyrirtæki það er að segja Anheuser-Busch og svo InBev það heitir bara InBev og InBev var til árið 2004 við sameiningu Interbrew sem var belgísku risi sem var svo sameinaður af stærstu bjórframleiðendum í Belgíu og svo er það Ambev segi ég, sem var brasilísku risi sameinaður af að með sýnist 3 stærstu brasilísku bjórframleiðendum í Brasilíu þannig að hérna InBev er sameining af belgískum risum og brasilískum risum og eins og ég segi Interbrew og Ambev verða InBev og þetta sameinaða fyrirtæki kaupir svo Anheuser-Busch árið 2008 Anheuser-Busch var á þeim tíma veltahæsta brugghús heims
eða bruggari, bara hvað sem við köllum þetta, stofnað 1860, það er amrískt, meðal annars með Budweiser, en svo er það árið 2008 þar sem InBev í rauninni kaupir sem sagt, maður sjá, þetta er svo mikið rugl, sko, ok, spólum tilbaka, saminað fyrirtæki, sko, Busch, árið 2008, Anheuser-Busch er keypt af InBev og til verður, þú veist, Anheuser-Busch InBev. Anheuser-Busch er í rauninni bara bandarískt 1860 fyrirtæki sem var til úr einhverjum fleiri sameiningum á undan því en var búið að standa bara þarna frá 1860. Þannig að til verður þetta Anheuser-Busch InBev fyrirtæki sem er núna belgískt $117 milljarð verðmæti og síðan þarna 2008 þá hefur auðvitað þá hafði keypt marga minni framleiðendur, ekki svo stóra að það hafi haft áhrif á nafnið að vísu, en sko fyrirtækið er náttúrulega crosslistað víðsvegar heiminn, það er meðal annars á Euronext sem er stærsta evrópska kauphöllin, það er á New York Stock Exchange og er í Suður Afríku, er í Mexíkó, þú veist, allt listað bara á þessum í þessum kauphöllum og bara til að hlaupa enn hraðar yfir þetta því við erum að falla á tíma. Já, en sérðu eitthvað sexy í þessu eða? Hvað segirðu? Er eitthvað sexy í þessu? Já, sko, já, auðvitað, þetta er náttúrulega búið, sko, ég skoði bara eitthvað svona línuritt bara aftur til ársins 1860, bara sameininganda sem hafa átt sér stað sem leiddu að þessu fyrirtæki og það sem ég var að nefna núna er bara rétt svo rjóminn, skilurðu. Þú veist, þetta er sameinað af fyrirtæki sem var sameinað af belgískum og brasilískum og svo er þetta amrist. Þetta er svona Brasilia, Belgia meets Bandaríkin. Já, góðu vökvi. Já, þú veist, það er svona essensin núna. En sko, svo er eignarhald fyrirtækisins er dálítið áhugavert. Samkvæmt gögnum frá 2015 þá voru 3 belgískar fjölskyldur sem fara með 28,6% eignarhlut. Já, neða, þetta er svona houses þarna í Belgíu og sérstaklega þetta ætt sem heitir Spolberg og sko nú verð ég að fletta þess aðeins upp hvað þetta heitir, Van Damme. Þekkiru það nafn? Nei, ekki nema bara leikara. Hann er vissulega ekki partur af þessari fjölskyldu en það er merkilegt að sjá að sko þetta eru þessar 3 fjölskyldur sem að heita maður sjá ég er með þetta allt hérna Van Damme Family History. Van Damme, það er Demivius og Spolsberg. Þetta eru 3 fjölskyldur sem að fara þetta með 28,6% hlut og þetta þessi Spolberg eða Spelberg kemur fram is an old Belgian noble house eða belgísk aðalætt sem, við erum ennþá með Gangnam-stæl í gangi. Já, við þurfum að fara að losa það. Sem sagt, þetta eru belgískar aðalættir og þessi Spolberg á sko rætur sinni að rekja allt til 14. aldar sem svona noble house. Þannig að þú veist af einhverju leiti þá tengist þetta Suður Kóreu, þarna eru einhverjar fjölskyldur, risa fjölskyldur sem að eiga stóran hluti í þessu og sko fyrirtækið er í rauninni þetta veltir 60 milljónum bandaríkjadollara í fyrra hagnast 5,3 milljarða og er með eignir upp á 220 milljarða þannig að þetta er sannkallaður risi á belgísku markaði og ég ætla að byrja með Metric sem er market cap per íbúi stærsta fyrirtæki í hverju landi og þannig að market cap per íbúi í Belgíu eru $10,000 nánast sléttir þannig að fyrir hvern íbúa markaðsvirði þessa félags $10,000 áhugavert og það er búa 11,7 Nennir að taka Suður Kóreu 11,7 miljón já, það er náttúrulega, það er Samsung. Já, en bara svona hvað það verði í samanburði sko? Það er allavega $10,000 per íbúi, það búa þarna 11,7 milljónir íbúi í Belgíu. En mælurðu með kaupum í þessu félagi?
það vissulega rannsókn sem að ég gerði ekki sko, en ég meina þetta bara svona eins og ölgerinn, mallar þetta ekki bara með hagvexti eða? Jú, vörumerki þessu geta verið nokkuð sterkt. Sko, ég sé hérna trading at 56% below our estimate of fair value, earnings forecast to grow 13% per year, og analysts in good agreement that stock price will rise by 21%. Ok. Þar hafið það. Þú veist, náttúrulega ölgerðinu þetta í, þú veist, vöruþróun með nýjar vörur, ný brönd, þú veist, eins og Collab, það náttúrulega bara svona dálítið vonastjarnar núna. Já. Er ekki komnið með það út og það þarf einhver að fara að skúpa hvernig gengur í DK og Norri. Þurfum kannski að fá andra bara til okkar. En þetta var svona, hundavæði. Ég þurfti eiginlega að gera þetta of hratt til að ég geti komið þessu almennilega frá mér, en ég held að fólk hafi nú alveg náð þessu sko, en þetta er svona, eðli svona samruna er mjög flókin sko, og meira þess að bara tala nöfnin er bara flókið sko. Ef einhver vil fá 1,5% hérna arðgreiðsluhlutfall og payout, þá eru 22 dagar í arðgreiðsludag. Já, eða arðleysisdag, það sem að listur út. Já, sennilega. Þannig að ef einhverju langar í létta prósentu á fíð, þá að fjárfesta í, sko, þetta nafn, ég á svo erfitt með þetta. Já, Anheuser-Busch InBev. Já, hann mætti einhver markastjóri fara í endurmörkun hann. Já, en þú veist, þessi liður í þróun, ég ætla að reyna að hafa þetta hnitt með þeirra. Næst, en hérna, þessi metrik, hann er komin til að vera market cap per íbúi, og ég prófaði þetta fyrir Ísland líka sjálfsögðu. Já, og þar tókstu myndirðu halda að vera hærra eða minna hlutfall þar? Það tók ég sem stærsta íslenska fyrirtæki, Alvotech. Er það Alvo í dag? Og deildi því með fjölda íbúa. Það er náttúrulega ekki séns að muna hvað Alvo er upp og niður. Ég ætla samt að segja þetta sé hærra hjá okkur. Herra, nei, það er ránt. $8.800. Þannig að þú sér það, sko, við horfum á Alvotech sem risa fyrirtæki á íslensku markaði. Já. Þú veist, sem það er. En það er minna í hlutfalli per íbúa Belgi, og þetta er drykkjaframleiðandi, sko, fjandinn hafa. Mér finnst það alveg magna. Það er oft hægt að búið til góðan pening í einhverju boring, eins og að brugga bjór, sem er ekkert boring reyndar. En þetta er, sko, ef fólk hefur áhuga, bara að lesa söguna, þetta er stórmerkilegt hvernig þeir eru búin að mergea endalaust, og það er náttúrulega fullt fleira að segja frá þessu, en ég ætla að leggja það í ykkar kæru hlustendur, og það hafa verið alls konar líka múturmál og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Alls konar skandalar, það er bara partur af þessu. En herru, já, þetta var fyrsta landið, $10,000, það verður spennandi að sjá, ég veit ekki hvað ég tek næst, það bara kemur ljós. En ég held að við séum búinir í dag. Helviti erum við farið til að lengja þættina. Þeir áttu alltaf bara að vera 35 mínútur, mástu? Já, þetta áttu bara að vera með kaffinu. Já, með kaffinu. En nú er fólk bara að fara að gúfi sér snúðum og þú veist hvernig embættismenn hafa þetta, þeir sitja lengur að og svona. Og herru, fyrir ykkur sem eru skráður í áskrift inn á Pardus, þá auðvitað bara tökum það enn og einu sinni aftur fram. Nýja fréttir, það er ekki nýr þáttur í næstu viku. Já, en við erum hættir þar, en við viljum halda þessu opnu í einhvern smá tíma fyrir fólk til að klára þættina. Ef þið eru búið með þættina og ykkur er fullnægt hvað það varðar, skráðu ykkur út. Afskráðu ykkur, við hvetjum ykkur beinlýs til þess. Get the fuck out. Get the fuck out. Herri, það verður ekki lengra góða helgi, gaman að vera með ykkur. Arnar Þór og Yngvi Þór. Takk í dag. Bye.